Komið í sæl. Afkoma Landsbankans á árinu 2019 var góð, reksturinn er traustur og fjárhagsstaða bankans sterk. Áhersla á hagræðingu og skilvirkni heldur áfram að bera góðan árangur og stendur heildarrekstrarkostnaður bankans í stað á milli ára. Hagnaður bankans nam 18,2 milljörðum króna eftir skatta, samanborið við 19,3 milljarða króna árið 2018. Arðsemi eiginfjár var 7,5%, samanborið við 8,2% arðsemi árið áður. Kostnaðarhlutfall bankans lækkaði töluvert og er 42,6%, samanborið við 45,5% árið 2018. Eiginfjárhlutfall bankans í árslok var 25,8% og er sem fyrir vel umfram heildar eiginfjárkröfu fjármálaeftirlitsins. Eigið fé bankans nam 247,7 milljörðum króna í árslok 2019, samanborið við 239,6 milljarða króna í árslok 2018, en á árinu greiddi Landsbanki 9,9 milljarða króna í arð til hluthafa. Hreinar vaxtatekjur lækkuðu 1,1 milljarð króna milli ára og námu 39,7 milljörðum króna, en hreinar þjónustutekjur stóðu í stað milli ára og námu 8,2 milljörðum króna. Aðrar rekstrartekjur námu 8,5 milljörðum króna og ríflega tvöfölduðust á milli ára, en hækkunin skýrist aðalega af jákvæðum gangurisbreytingum óskráðra hlutabréfa. Rekstrarkostnaður var 24 milljarða króna og stendur í stað milli ára, en stöðugildum í bankanum fækkaði 26 á árinu og voru 893 í lok árs. Heildareignir Landsbankans jukust 100 milljarða króna á milli ára og námu í árslok alls 1426 milljörðum króna. Útlán jukust 7,1% og er útlánaukningin einkum vegna lána til einstaklinga. Heildar útlán Landsbankans í lok árs námu 1140 milljörðum króna. Það er ánægjulegt að Landsbankinn mældist efstur banka í íslensku ánægjuvoginni fyrir árið 2019, en kannanir hafa sýnt vaxandi traust til bankans og aukna ánægju viðskiptavina. Landsbankinn hefur verið með mestu markaðshlutdeild á einstaklingsmarkaði í fjölda ára og heldur sterkri stöðu sinni á fyrirtækjamarkaði. Landsbankinn fékk mjög góða einkunn í ÖFS áhættumati Sustainalytics sem snýr að samfélagsábyrgð fyrirtækja og var í 7. sæti af 376 bönkum sem matsfyrirtækið hefur metið í Evrópu. Fjöldi nýrra stafrænna lausna var gefin út á árinu og er mikill hugur í starfsfólki Landsbankans að takast á við þau tækifæri sem felast í nýrri tækni á komandi misserum. Unnið er að því að móta nýja framtíðarstefnu fyrir bankan sem kynnt verður í haust, en hún mun meðal annars miða að því að treysta enn frekar sambandi við viðskiptavini og að halda áfram að skila góðum og traustum rekstri.